Sem betur fer þá einfalt að búa til súrdeigsræsir, súrdeigsmóðir, súrdeigsfaðir. Já, í rauninni það hverjum og einum í sjálfsagt sett hvað hann vill kalla þetta. Ég kýs að kalla hann súrdeigsræsir. Að búa til og halda súrdeigsræsir gangandi svo sem ekkert stór mál. Eða hvað? Ýmsar hliðar á því máli hér eftir augnablik. Já, súrdeigsræsir. Það eina sem þarf einn á móti einum af hveiti, vatni, stöðugan hita, svona 20-24 gráður og svona smá þolinmæði. Einfalt, ekki satt? Eða hvað? Jú, þetta mjög einfalt. En ef við skoðum þetta aðeins, hvað náttúrulegur ger? Eða wild yeast, eins og hann heitir upp á enskuna. Þessi náttúrulegi ger sjálfsögðu algjört lykilatriði þegar þú ert að búa til súrdeigsræsir. En áður en instantgerinn og pressugerinn og allir þessi verksmiðju framleiddi ger var til, þá var notað náttúrulegur ger. Og í rauninni alltaf til náttúrulegur ger, hann allstaðar. Í loftinu, í hveitinu, allstaðar. Þessi verksmiðjuframleiddi ger kom í stað þessa náttúrulega gers til þess að hægt vera að fjöldaframleiða brauð á minnstum tíma, á sem skemmstum tíma. Ég setti saman vídeó súr ekki alls fyrir löngu. Og við skulum sjá hérna aðeins hvað ég sagði svona efnafræðina, skulum við segja. Súrdeig inniheldur lifandi mjólkursýrugerla og gersveppi sem koma úr mjölinu og umhverfinu, sem gefa svo frá sér meðal annars mjólkursýru, ediksýru, alkóhól og koltvísýring. Mjólkursýrugerlarnir brjóta niður sterkjuna í hveitinu sem næra svo þennan náttúrulega gergeril, eða þessi náttúrulegu gergerla sem svo mynda gas sem lyftir brauðinu. Já, hljómaði nú pínlítið eins og efnafræðiprófessor þarna, en já, efnafræðiprófessorinn í essinu sínu. En það mikilvægt að fóðra svona súrdeigsræsir á 2 til 3 daga fresti, sérstaklega þegar hann kominn inn í ískáp eða stendur inn í ískáp, að gleyma honum ekki þar. Fyrir þá sem eru ekki á Instagram, ég nýbyrjaður á Instagram, og fyrir þau ykkar sem ekki eru þar, þá skulum við skoða aðeins það sem ég búinn að vera að segja og setja inn á My Stories síðustu daga. Ég smá tilraunastarfsemi. Ég búinn að setja hérna hveiti og vatn í 2 skálar. Þetta kanadíska hveiti sem á fæst í Costco. Þetta bara svona venjulegt kornakshveiti. Og ég ætla að sjá hvernig mér gengur að starta súr með þessu. Það sem ég geri ég læt að standa bara á borði hérna inn í eldhúsi hjá mér og set svona pastasekti yfir. Bara hef það yfir til þess að hleypa gernum og bakteríunum í súrin. Hér eru þessar 2 skálar eftir cirka 28 tíma og þið sjáu hvað kanadíska hveitið farið að bubla rosalega. Og svo hérna kornaxi. Þetta orðið mjög skemmtilegu súr. Færði þennan sem með Costco hveitinu í stærri skál og sett 50 gram af hveiti og 50 gram af vatni. Bæti bara í hann. Það var uppdeitt á félagana hérna 2. Þetta sem sagt kanadíski súrin með þessu Manitoba very strong white flour og svo hann hérna með kornaks rauðu. Og það eru núna liðnir 50 tímar. Við sjáum hvað settur, ég ætla að bæti í þá og svo sjáum við hvernig þið verða í fyrramáli. Ég tók þá félaga og setti þá í plastbox. Það sem ég gerði var að ég tók bara 100 gram af hvorum og setti 200 gram af hveiti og 200 gram af vatni
í þá báða, þannig að það var helmingi meira hveitt og vatn heldur en súr. Og nú líta þeir svona út. Þeir eru búin að vera inn í ísskáp. Ég setti það inn í ísskáp. Ég fer betur yfir það seinna hvers vegna. En þetta lítur allt mjög vel út. Ég ætla að bæta á það núna. Svona hefur þetta gengið, en nú ætla ég að færa mig yfir í eldhúsið og sýna ykkur aðeins hvernig súrdeigsræsarnir líta út núna. Sjáumst á. Já, þá er ég komin í eldhúsið og ég er hérna með þá félaga. Þetta er orðnir 5 daga gamli súrdeigsræsar. Það er sjáanlegur munur á Costco-súrnum og kornaksúrnum, en það er alls ekki mikill munur. Eins og þið sjáið hérna þá er komið svolítið vatn á það og ég er búinn að láta þá standa í rúman sólarhring á þess að koma á nálægt þeim. En ástæðan fyrir því að ég minnkaði þá, þar að segja ég tók 100 grömm af þeim og setti 200 grömm af vatni og 200 grömm af hveiti, var svo að þeir voru búin að standa hérna á borðinu í 3 daga held ég. Það var einhver skrítin lykt af þeim fannst mér, þannig að ég ákvað að taka þá í svona niður og setja þá inn í ísskáp. Og þetta er niðurstaðan, ég setti þá í þessi plastbox í leiðinni. Þannig að það sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að gera aftur það sama. Ég ætla að hræra þetta saman, hræra þá báða saman, taka 100 grömm af þeim og setja bara jafnt á öllu, 100, 100, 100. Af því að það er svona það sem maður gerir venjulega. Þannig að ég hræri þetta bara saman og eins og ég sjáum með Costco-súrinn, ég voni að sjá það, hann er svolítið teygjanlegur, hann er svona stretchy svolítið og ég held ég séu báðir svoleiðis. En við hrærum þetta bara saman og hérna tökum svo af þessu smávegis á eftir. Tekur smá tíma að hræra þessu saman og svo tek ég hérna kornaksinn. Hann er ekki alveg eins sprækur og ekki alveg eins teygjanlegur og það er náttúrulega mismunurinn á prótínunum í hveitinu. Kornakshveitið er 11% prótín og Costco er 16, það munar töluvert mikið þetta. Þannig að en hann er svona aðeins stretchy samt líka og það er bara í fínu lagi þó að hann séu svona teygjanlegir. Nota maður enska orðið stretchy, maður er svo vanur að nota enska orð, en það er bara í fínu lagi og gefur bara ágætis raun. Ég er búinn að vera með súrinn minn sem er orðinn 5 ára, hann er svona stretchy líka, svona teygjanlegur og virkar alveg súper fínt í brauð. En nú er ég búinn að taka, hræra þessu saman og þá ætlum ég bara að taka hérna af þessu 100 grömm og það sem ég geri, ég tek bara af þessu 100 grömm og svo hendi ég bara restinni. Það er til þess að koma í veg fyrir það að maður sitji uppi með alveg eins og ég reyndar er með. Alveg full risabox af súr. Þetta er sem sagt kornaksinn, það er það ruglast ekki saman. Og svo tökum við hérna af Costco-súrnum hérna, 100 grömm. Og þetta, það má segja að þetta sé kannski vitleysa að vera að henda þessu, en hvað á ég að gera? Þetta safnast bara upp ef ég held áfram. Af því nú setjum ég 100 grömm af hveiti og 100 grömm af vatni hérna í þessar litlu skálar, eða ég skipti nú reyndar. Og þá er ég komið með 300 grömm í hvora skál, eða í hvort box, 600 grömm af súr. Og ef ég held svoleiðis áfram þá enda ég með fulla fötu sem ég get ekki nýtt. Ég ætla að henda þessu súr núna og kem aftur þegar ég er búinn að því og þrífa þessi box.
Þá er ég búinn að setja þetta í plastpósinn aftur, búinn að þrífa þau og nota bene, það er best að þrífa svona súr með köldu vatni. Ég er búinn að komast að því. En allavega ég er búinn að setja 100 g súr og 100 g af hveiti og ég set 100 g af vatni líka, svo hræri ég þetta bara vel saman. Og ég sýni ykkur svo hvernig þið líti út eftir sólarhring. Svo fer þetta bara inn í ísskáp og verður þar í næsta sólarhringinn. Þá er liðinn sólarhringur og þeir félagarnir eru hérna, Costco og Kornax, og það er engin raunverulegu munur á þeim sýnist mér, en það kemur náttúrulega ekki í ljós fyrir en að við förum að nota það og baka með þeim. En allavega hérna þeir líta svona út í dag og það er fínasta súrlykt af þeim, virðast vera svona sprækir, það er nú eins og Kornaxinn sé sprækari núna heldur en Costco, en þetta kemur allt í ljós. Ég ætla að bæta í það núna, bæta í þá 200 g af hveiti og 200 g af vatni, til þess að fá þá til þess að sjá hvort ég fæ þá ekki til þess að sprússa aðeins upp, ef það er orð sem við getum notað. Og svo kemur að því að ég nota þá til þess að baka úr þeim, og ég ætla að baka úr þeim í sitthvora leið, búa til sitthvort eigið. Þau hafa þau alveg nákvæmlega eins, að öllu leyti nema því að það er Kornax súr í öðru og Kornax hveiti og Costco hveiti og Costco súr í hinu. En nóg þessa félaga, ég bæti í þá á eftir, ég þarf ekki að fara að þreyta ykkur með því að fara að vigta hérna hveiti, og ég er vist búinn að gera nóg af því. En það sem ég ætla að sýna ykkur líka núna næst, það er þetta hérna, þetta er þurrkaður súr. Ég tók bara súr og þurrkaðan, hellti honum í raun og veru bara á svona bökunarpappír og hérna breiddi vel úr honum, hafði hann ekkert mjög þykkan, og hann er orðinn alveg þurr, þetta brotnar bara í mola, og ég ætla að brjóta þetta aðeins smærra heldur en það er hérna, og svo ætla ég bara að setja þetta í krukku. Það sem hægt er að gera með þetta, ég hef aldrei prófað þetta, en ég ætla að gera það núna. Það er hægt að bleita þetta upp og aftur og bæti það hveiti, og þá er þetta vekja hann upp aftur og nota hann í bakstur. Þannig að ég er bara hérna með litla krukku sem ég ætla bara að smella honum hérna í, vel full krukka, og svona geymi ég hann bara og hef hann bara á borði eða upp í skáp eða eitthvað, geymi hann bara svona í krukkunni. Og hérna, hún má alveg vera lofthætt ef að þýruskipta, og svo kemur að því einhvern tímann í framtíðinni að ég bleiti þennan upp og baka úr honum. Þannig að ekki missa því, það er í framtíðar vídeóm. Annað sem ég ætla að sýna ykkur hérna líka, það er svona súrdeigsræsir sem er búinn að standa mjög lengi og ég er orðinn eitthvað skrítinn, það er komið mikið vatn á hann, og þessi er búinn að standa í 5 daga á þess að ég snert hann. Það var bara inn í ísskáp í 5 daga og hann er svona, það er komið svolítið vatn ofan á hann og hérna, en hann lyktar nú samt mjög fínt eða þá. Þannig að ég ætla að sprúsa hann upp líka, setja hérna, bæta svolítið hveiti í hann. Ætli ég seti ekki svona 150 g af hveiti og vatni í hann og sjá hvað gerist. Og það er sama með það kemur svo í ljós bara í framtíðar vídeói þegar ég tek hann fram aftur og nota hann í bakstur. Þetta er það sem gerist þegar að þú ert með súr og tekur ekkert á honum, eða hendir ekki á honum eins og ég var að gera hérna fyrir í vídeóinu. En þetta er amalli minn sem ég er að nota í brauðið mín og hann er mjög öflugur. Það er aðeins, hann er búinn að standa núna í einhverja 2-3 daga og það er aðeins komið vatn á hann,
En það er í fínu lagi, leiðu ég bæti í hann smávegis, þá alveg svoleiðis verður hann rosalega kátur. Ég er með tilboð fyrir ykkur. Ef ykkur langar í afleggjara af honum Malla, þá er það eina sem þið þurfa að gera er að senda mig tölvupóst. Tölvupósturinn kemur hérna á skjáinn. En það er eitt lykilatriði sem ég þarf að segja ykkur í sambandi við notkun á súr. Það er mjög mikilvægt að taka af súrnum til áður en þið baki brauð. Það er að segja að taka, gefum okkur bara að þið taki 100 g súr og 100 g hveiti og 100 g vatni, blandið því saman, látið að standa í 2 til 4 tíma og lagið svo brauðið. En allavega að muna það að það er ekki hægt að nota súrinn beint úr ískáp eða beint bara á þess að blanda í hann í brauð. Allavega, jú, það er allt hægt, en þetta er mín reynsla af notkun á súr. Og það eru svona cirka 150 g í hvert brauð, 130 til 50 g eftir í hvernig talar eða í hvernig það heyrir. Jú, það er betra að hafa meiri súr í þungubrauði og svo framvegis. Ég fer ekki út í þá sálma núna. En allavega, nú er bara að senda mig tölvupóst, smetla á áskrift eða subscribe og bjölluna og þumalinn og þið komist í pottinn fyrir afleggjara af Malla. Takk fyrir að horfa, gangi þér allt í haginn. Ok, hvað vantar með eitthvað?